stelpurnar alveg jafn mikla möguleika og umfjöllunum eins og strákarnir sko, sem nú ekki í til dæmis boltasportinu sko. En svona, ef þú lítur yfir keppnina sjálfa núna, þetta Reykjavík International Games, þetta keyrt á rosalega stuttum tíma en svo rosalega sjónvarpsvænt. Já, það náttúrulega skiptir miklu máli að fyrir sjónvarpið að hafa ekki sko dauða punkta. Það geta farið í úr einu annað og þeir gerðu mjög vel núna kvikmynda-pródusentinn á RÚV, hún María Guðmundsdóttir og svo náttúrulega myndtökumennir að þeir voru að sýna okkur mikið að tæknigreinum. Oft þetta þannig bara að það eru bara oft þetta þannig að það nú bara verið að sýna hlaup fyrst og fremst svona tæknigreinum skotin á milli en þarna fengum oft tæknigreinar bara fengum bara ofta að sjá þetta og hlaup væri í gangi sko en ekki voru ekki vera fastir á hlaupunum sko. Nei, nákvæmlega. En það var mjög gott sko. Það voru þarna nokkur mótsmet sett í 60 metra hlaupi kalla og kvenna minni mig með í grindhlaupi kvenna líka og langstökki kalla og svona. Það var ýmislegt gaman í þessu og skemmtilegt 2200 metra bóðhlaup hjá framhaldsskólunum. Það var mjög fínt líka sko. En það má segja svona þetta mót Reykjavík International Games, það alltaf að koma sífellt svona sterkari keppendur inn í frjálsandar. Já, það svona sko, það svona smánsamlega allavega í íslensku frjálsum að aukast breyttin sko. Það alltaf fylgir þegar það komin aðstæð þarna hjá þeim í Hafnarfirðinum eins og í Laugardalnum, þannig að það komið 2 innanhúshallir á Íslandi, í raun og veru alveg merkilegt að ekki stærra svæði en Reykjavík skuli þarna eiga 2 hallir. Það ekkert endilega sko, það eru þú veist kannski það ein höll í Gautaborg sem alltaf miklu stærri sko. Minnir að sé ein í Stokkólmi líka og það var nú lengi vel engin í Danmörku og svona sko, þannig að þú veist þetta með batnandi aðstöðu þá alltaf fáum við fleiri svona sem koma upp sko. Já, makkuð. En hvað svona fannst þér standa helst af þessum leikum þarna í frjálsónum? Maður heyrði nefnilega að það var alveg sko röddin þín, hún var eiginlega uppi allan tíman. Já, sko mér fannst náttúrulega þetta 800 metra hlaup hennar A90 best sko. Þetta var náttúrulega gríðarlega sterkt hlaup. Það hérna 2 hún og Hedda hinni frá Noregi sko hlaupa undir lágmarkinu að Evrópumeistaramótið. A90 hlaupa hann næstbesta tíma í heiminum í ár, setur Íslandsmet og mótsmet og allt þetta og gerir þetta vel. Hér fór aðeins og hægt fyrstu 400 sem lítið að tíminn og fyrstu 600 var svona 1:31, eitthvað, þannig að ég var nú eiginlega ekki reiknaði nú eiginlega ekkert með rosalegum tíma sko. Nei. En svo bara átti hún svo mikið eftir sko. Þetta svona sko síðastir hringurinn A90 var mun hraðari heldur en hringurinn þar á undan, þannig að þetta lítur rosalega vel út hjá henni og ég vissi að fyrirfram þá vorum við að tala að þetta yrði nú með svona fyrir þetta Evrópumeistaramóti og svoleiðis þá verið þetta nú með sterkari 800 hlaupum í Evrópu bara núna í innanúr sko. Það náttúrulega óbúslega gaman að fá svoleiðis hlaup hérna heim á Íslandi sko. Svo reyndar í 400 hlaupu kvenna þá var þetta nú líka þannig að það voru 2 mjög sterkir riðlar. Það voru stelpurnar Urður svo sem var í vann fyrirlin enda í 3. sæti og Sigurður hefði svo sem getið að koma úr hvoru riðlinu sem var. Arna Stefaníu hljóp ofsalega vel sko. En hvernig líst þér á svona sko, ef maður horfir á núna árangur frjálstafólksins okkar yfir árið 2016 og svona með hvernig tímabili fer að stað og líka bara í yngri flokkunum, það má segja að framtíðin hún hrikalega björt og lítur út fyrir eins og að við ætlum jafnvel að halda þessu etnilega frjálstafólki okkar í að halda áfram í íþróttinni en ekki að hætta svona snemma daginn í dag. Já, maður skildi vona það sko. Eins og ég segi sko, mér hefur oft fundist framtíðin vera björt á Íslandu. Þegar ég var nú að sprikla í þessu þá var það nú þannig að ég held ég farið í gegnum keppt með einum 3 framtíðarlandsliðum sko.
bæði einhvern tíma var ég nú í því sjálfur sem frekar ungur maður sko, en svo var þetta orðið sko hérna semst ég held sko þegar ég voru bara að síga og setna hlutin hjá mér, þá var ég samt sem áður að keppa með að nú þetta framtíðin sögðu menn og svona sko, en svo flosnaðu menn býsna oft upp úr þessu sko. Já, og það til dæmis ef við tökum dæmi að til dæmis HSK með mikla yfirburði og búið að vera með núna í býsna mörg ár í 14 ára og yngri, en þeim skila sér einhvern veginn ekki upp. Nei. Og oft ef þeir skila sér upp þá eru þeir að skila sér sko í önnur félög. Já. Það er svona, ef það gengir mjög illa náttúrulega, og oft er þetta náttúrulega spræki strákar sem í mörgum greinum og velja svo, og stelpur náttúrulega líka og velja að fara þá frekar í fótbolta eða handbolta eða eitthvað svoleiðis sko. En oft á tíðu þá fara frjálsíþróttakrakkarnir sem skipta svo í önnur félög og maður veit ekki alveg hvort að það er sko aðstæðan sem dregur þau sko. Nei. Þeir eru komið í skóla til Reykjavíkur og geta eftir því sem topp aðstöðu og þá kannski er það að þau vil ekki þurfa að vera gestir eða eitthvað og bara geta sagt að þessi þeirra aðstæða sko. Ég veit ekki alveg hvað það er sko, það sem ég segi valdi mér svolitlum vonbrigðum hvað að ég er svona búin að búast við í nokkur ár sko að HSK muni eignast sterkt frjálsíþróttalið aftur sko. Já. Og það svona hefur látið á sér standa þrátt fyrir að vera núna örugglega í eitthvað sko 4-5 ár verið með langsamlega sterkasta liðið í hérna barna og lokkunum úlingulokkunum. Já, nákvæmlega. Og það er kannski, hefur jafnvel verið gæfuspor hjá þeim, þeir eru greinilega að reyna eitthvað með það að nú er komin eitthvað frjálsíþróttaakademi og fleira hjá þeim. Jú. Þannig að það geti kannski sportnað fyrir ykkur. Já, allt svoleiðis náttúrulega hjálpar til sko. Það er ekki nokkur eina spurning að það hjálpar allt saman til sko, og svo bara séð maður til. Og það er alltaf eins og mitt, þetta voru þarna nú þarna FSU var nú örugglega með mitt lið í þessu 4200 metra boðhlaupi sko. Já. Ég allavega man ekki betur sko. Nei, nákvæmlega. En svona ef maður horfir á núna þessa efnilegu, þetta er alltaf svolítið erfitt fyrir fólk að vera afreks svona heimsmæli kvarða frá Íslandi, en það er búið að bæta svolítið við í hlaupum hjá okkur. Já, sem sagt þarna eftir þá meina sko í afrekum. Í afrekum? Já, sko það er náttúrulega það gerist nú oft þegar svona lagað eins og til dæmis þegar þú ert með mannesku eins og Anitu að þá smita það út frá sér sko. Og þetta er nú bara eins og var með sko þær Völu og Þórey Eddu á sínum tíma sko. Vala Flósdóttir fær brons á Ólympíuleikunum 2000 og svo kom alveg haugur af stelpur sem fór að æfa stangastökk sko. Og þegar hún nærð í svona greina sko, þegar hún nærði nógu mörgum þá færðu alltaf einhverju upp. Við skulum taka dæmi og tækir alla körfuboltamenn á Íslandi og letið þú æfa hástökk, þá fengjur alveg nokkra stráka sem stykki 220, 230 í hástökki og kannski svo einn og einn sem fær ennþá herra skilu. Já, nokkulega. En á móti kæmi náttúrulega þá væri ekki með sko körfuboltamenn á meðan sko. Nei, einmitt. Og það er kannski líka hægt að horfa á það eins og taekwondo-iðkendur, maður er að horfa á þá, þeir geta tróðið í körfubolta, en svo að þeir sem æfa körfubolta, þeir geta ekki tróðið. Þetta er svona alla vegana sko. Okay. Og svo náttúrulega hef ég gagnrýnt svolítið frjálsíþróttahreyfinguna sko, mér finnst til dæmis krakkamótin ekki nógu skemmtileg fyrir krakka. Mér finnst of mikið bið, tekur á langan tíma, til dæmis þegar þú fer með krakka á körfuboltamót eða fótboltamót og þá spilum við leik og svo er eitthvað skemmtilegt inn á milli sko. Færið í sundi að færið í bíó og svona annar leikur eitthvað svona, meðan frjálsíþróttamótin þá er það ofta að hanga ef þetta er ekki allra yngsti aldurshópurinn og kannski voru 11-12 ára eitthvað svoleiðis sko, þá er þetta ofta að hanga og þetta tekur kannski sko marga klukkutíma. Það er svona, það fælir frá svona í skemmtanagildinu miðað við margt annað sko. Já, nákvæmlega. En framöndan í frjálsum íþróttum, það er náttúrulega Norðurlandamót og svo er stórmót IR. Það er
þetta stórmót þetta heldur betur búið að festa sig í sessi í frjálstasögu Íslands. Já. Það er það og er gríðarlega sem sagt, og orðið gríðarlega gott því þetta náttúrulega, þetta eitt af fáum mótum sem allir aldursflokkar keppa saman. Svo getur verið alveg inn í krakka og alveg það, sko, þetta að verða, og ég veit hérna fyrir norðan hjá Þingeyingu, sko, þeir leggja enga gríðarlega áherslu á að fara í meistaramóti innan hús, sko, með 11-14 ára. Þeir reyna að flykkjast á stórmóti ÍR. Já. Það er kemur hluti til að þá geta þeir farið með báða hóparna, sko. Það fyrir að 11-14 ára, það bara með 11-14 ára krakka. Svo að fara mannamótin 15 ára og eldri og svo þriðja mótinu fullorðna, sko, eða þannig að þarna geta allir komið á sama móti, sko. En mér langar að ræða við eina íþrótt svona áður en ég slepp þér sem oft gleymist í umræðinni sem það svo mikill fjöldi manns að stunda það blakið. Já. Og ég veit að þú ert mikið inn í blakinu, svona, fylgist með öðru augunum allana. Já, við getum sagt það, ég fylgist með öðru augunum, já. En það sko, blakið að verða alltaf sterkar og sterkar á Íslandi. Það komið slatt af erlendum leikmönnum. Næstum öll félög með að styrkja liðið með erlendum leikmönnum og þetta hefur sko frá því að ég fór svona að fylgjast með þarna fyrir 2010 þá finnst þetta verið sterkara, sko. Já. Og svo núna eins og HK sem hefur haft alltaf yfirburði undanfarin 2-3 ár, þeir eru núna næst efstir og eftir Stjörnunni. Stjarnan greinilega alveg áalið fullu tref við þá, sko. Og kvennamegin þetta klárlega svona 3 lið, HK og Afturölding mjög svipuð, en Þróttur Neskaupstað sko ekkert þeir eru svona skammt á eftir, sko. Og HK til dæmis, kvennaliðið HK komst núna í úrslitakeppni félagsliða á Norðurlöndum, sko. Það ekkert íþenslið náð því hvort í fyrir það síðan. Og það sem skonna var það, sko, ef HK hefði ekki komast á Afturölding farið, því að það voru spilað í 3 riðlum og efstu liðin hverjum riðlu komast áfram. Liðin með besta árangur með öðru sæti og það var HK, með næst besta árangur með öðru sæti var Afturölding. Já. En það voru íslensk lið að raða sér hérna 2 og 2-5, sko. Já. Það náttúrulega bara gaman að því. Já. En það kannski eins með blakið að þetta svona, byggir svolítið mikið á því að það svo mörg lið bara sem eru í hinum á þessum deildum. Það eru utandeildir, það eru hinur á þessar deildir og það virðast allir hafa prófað að keppa í blaki. Já, sko, það sko náttúrulega öldungahreyfingin er stór og svo náttúrulega það mætti vera fleiri lið í svokvöldum úrvalsdeildum. Það eru 6 karlalið í úrvalsdeild og 7 kvennalið. Síðan önnur deild kvenna, fyrstu deild kvenna segi ég sem næst eftir deild, hún alveg með 8 liðum, bara 3 tekni þar. Ekki með 5 kallamegin, svo alveg spilað í 7. deild kvennamegin. Já. Og aðra deild kallamegin, þetta svona þannig að, og það svona kannski meira, það kannski ekki alveg eins hágæðu á blakinu í annarri deildum miður, en samt alveg ágætis blak, sko. Og þetta gríðarlegur fjöldi, sko, gríðarlegur fjöldi liða. Þetta eru, sko, 80-90 lið sem að keppa, sko. Já. Í öllum deildum og það nú bara, sko, ég var að sé svo stórt í handboltanum til dæmis, sko. Nei, nákvæmlega. Og það kannski eitt víst að ég með þið á Suðurland FM, það mikið verið að ræðum alltaf HSK-mótinu blaki, og ég heyrði nú einu svona í formanni blaksambandsins, hann sagði að það veri meira keppniskap í þessu héraðsmótum á Suðurlandi heldur en jafnvel Íslandsmótum. Sko, við höfum nú kallað héraðsmót HSK í blaki, við kallum það svona okkar að milli heimsmeistaramót sveitamanna í blaki. Já. og þetta hefur mitt verið dálitlar deilur, sko, það, sko, Hrunamenn hafa nú verið svona hvað sterkastur og Hamar verið að veita að hafa keppni, og svo hefur svona samheiðarlið verið oft svona í baráttunni þriðastu lögdælu við vilt haft betur, en mönnum við sitt hvað samheiðarlið því það hafa ekki alltaf verið, sko, löglegir keppendur, sko. Nei. Það hefur verið, sko, það kannski verið gamlir samheiðarmenn og svo svona aðeins styrkt með einhverjum strákum sem voru ekki að spila í Reykjavík og eru hættir að spila kannski í efstu deildum þar og svona, sko.
og það svona einhvern veginn fyrir 2 árum svona, fórum við að amast eitthvað við þessu sko, og að því allar regluna segir hún megir það ekki og svona sko, en þetta þannig að það svona, en það er við keppniskap og hiti í héraðsmótinu, já, það ekki nokkuð. Þú hefur tekið þáttið það ekki á héraðsmótum? Jú, ég með þess að var í þessu samheiðarliði fræga hérna lengi til að byrja með sko, hefði ekki til Hlutalaugavötn, en síðan frá svona 2000 og ég man ekki hvað 5-6 hef ég spilað með Laugdalum sko. Já. Og við höfum svona verið að svona reyna næla okkur í 3. sæti stundu sko. Við höfum aldrei haft neitt ekki sem sagt, við höfum ekki haft miklu möguleika á móti sem sagt Hamri og Hrunamönnum sko. En við drögum samt alltaf á þá sko. Já, nákvæmlega. En hvernig fyrir norðan hjá þér, er svona mikið stemning fyrir blakið þar? Það alveg þokkaleg stemning sko, við erum hér með öldungalið og svo bæði kalla og kvenna og svo kvenna liði skráði sem í deild og að spila í 7. deild og svo svona annað lið hérna sem svona blanda, þeir svona gamlir eins og ég aðeins að styrkja lið og svo ungi strákar og þeir að spila í annar deildinni og eru þar í baráttu velun, kvenna lið eins og að vinna 7. deildina, þannig að það svona það er ákveðin stemming fyrir blakið, það virðist bara við einu og í öllum landsliðum að það sem eru saumaklúbar, það eru blakið sko. Já, nákvæmlega. Sigurbjörn Árni Arngrímsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og hafa það sem allra best og bestu þakkir fyrir þína fögru rödd og keppniskapið. Allt í góðu. Bestu þakkir, blessaður. Bless. Já, sportátturinn að fara að taka enda en það er ýmislegt sem er framundan í